Herru, yo, what up? Já. What a players. Erum við í lóðbeinni? Ég hlakka svo til alltaf að hitta ykkur maður. Já, sömulegis. Sömulegis. Refreshing. Ég mikill man about town núna og þetta allt mér að kenna þessar senkanir. Já. Ég var að koma frá Brussel, eins og menn segja kalla þetta. Eins og betra á gorti, þú vaknaðir í Brussel. Brussel, já. Og veitu hvað, ég kíkti aðeins í pakkan, ég skal segja ykkur eitt umdelt sem ég þori ekki að segja í sjónvarpsþættinum sem var að taka upp hana. En ég segi það hér. Það svo ljótt fólk í Brussel að þetta svo hundar í jakkafutum sko. Þú veist, fyrst var bara alltaf verið að horfa á okkur þarna. Ég bara okkur allir að horfa á okkur. Svo fattaði bara að það hefur enginn séð svona fegurð einhvern veginn og það ekki myndalegan kallmann eða konu að sjá þarna. Þetta einhverjir vallonar með nefin alveg bara í sko á öllu Benelux-svæðinu sko. Og ég vissi þetta ekki. Ég vissi ekki að þetta væri svona. Og ég sem sagði þetta með mömmu og mamma var ekki, það líka svona í Luxemburg. Hvað, þú mátt náttúrulega ekki segja frá innihaldið þáttarins, en þetta þátturinn einstjarna. Einstjarna, ég var hérna með Steinþóri og góðu krúi og við erum aðeins búin að tékka á stjörnunum í Brussel, sem færi mig að næsta hluta, sko. Ég kem heim, býðum í verkefni, við veitum hvernig ég búin að vera í útlöndum að hlaðast upp verkefnin. Verkefni var að býða eftir viðgerðarmanni á heimilum mitt. Okay. Það gera við Electrolux þvottavél sem ég hafði talið að væri ný þvottavél en svona þegar hún bilaði og fór að vera háað inni og gúmmíbrunulegt þá sem sagt kíktum við og sáum að hún var keypt 2017. Svona týnist tíminn maður veit það. Kemur viðgerðarmaður morgun og ég bara eitthvað spenntur og sá fyrir mér hella upp á kaffi fyrir hann og eitthvað svona og spjalla. Já, hann kíkir á hana, snýr tromlunni etring og segir bara hún ónýtt. Bara hún ónýtt, bara ég bara ekki hægt að skipta tromlu, já það var hægt að skipta tromlum í gömlum vélum en eftir 2010 þá fóru þeir að líma þær upp í þannig að þú bara skera hann út og setja hann í og þetta svona 300 skall á vestæði sem er bara svo að kaupa 3 nýja vélar og ég veit að við höfum ekkert annað en kapitalisma þetta pirrandi djöfull þetta pirrandi djöfull þetta pirrandi og ég ætla að segja eitt hérna það til fólk sem tilbúið að réttlæta hvað sem og við þurfum að passa okkur á djöfullir að mæta heitur við þurfum líka að passa okkur á svona rökfræði og halda allt séu málefnalegur umræður. Það ætla að segja þér eitt ef við myndum tala saman Kjartan, ég á litla spildu niður í bæ fólk hefur verið að stoppa bílana sína og yfirgefa á þessari spildu ekki sanngjarnt að ég rukki þau fyrir þetta? Þú myndir segja, jú, það sanngjarnt út frá einhvern svona kapitalisma fucking pælingum, skilurðu en ég ætla að segja þér eitt þetta með hvernig bílastæði rukkuð á Íslandi núna og allt þetta hefur gert líf Íslendinga verra og átt þú rétt á að gera líf þjóðarinnar verra bara svo þú komist einu sinni oftar til Tenerife á árinu, skilurðu og ég þú veist, ég farin að sjá það að á öllum þessum litlu vikstöðum sem vopnaða byltingin mun verða og lið sem bara krakkar búin að pakka fyrir Tenerife shit, þau búin að kveikja á kindlum hérna fyrir utan þau að bera hana bílskúrnum og svo munið þau bara hverfi eldin og heiminum verður betri og líf Íslendinga verður aftur betra fyrir vikið og ég ætla að halda áfram að randa veistu það, fyrirgeðu hafið þið einhvern tímann lent í vandræðum við að fá bílastæðinir í bæ? Beint fyrir framan búði á beint fyrir framan búið auðvitað og 17. júní auðvitað ég hef aldrei þurft að taka meir en 2 hringi til að fá bílastæði einhver staðar niður í bæ að öðrum kosti finnst ykkur miðbærin verri núna en hann var fyrir 20 árum Nei, en þú veist það vantar meira skrýtnum búðum ég get alveg sagt það enn og aftur, kapitalismin að gera út af við okkur þarna það allir búin að hækka leiguna sína svo ógeðslega mikið og það vandamál en ég bara segja það þetta umkvartanir foreldra minna. Þetta fullorðið fólk sem eitthvað, maður finnur aldrei niður í miðbæ lengur þarna og finnur aldrei bílastæði og allt í einu við farin að ekki kjósa með einhvern veginn svona Reykjavík framtíðarinnar í huga. Við erum farin að kjósa til að sætta gamalt og leiðinlegt fólk. Þú veist, Bubbi Mortens, maður finnur aldrei niður í miðbæ lengur. Bubbi, við viljum ekki fá þig í miðbæ. Við myndum flæma þig út úr honum, elta þig upp Laugaveginn við myndum sjá þig. Því að við erum að reyna að hafa það gott hérna og við getum ekki við látið öskra okkur. Sorry, ég bara ræði svo heitur fyrir fokkin röflarna, það kaffi í sig núna
Hvað við eitthvað, ég var í leiklistaskóla svo ég með ekki þykja að strekka kaffi inn í einu þetta og þess að var eitthvað gaur að grenja á því á netunni Þið þurfa að grenja öll minna á netunni líka Það margt sem þarf að unpakka þarna. Byrjum á því Electrolux. Maður hélt sko að það myndi endast. Svo bregðast krosstri og þú veist, og núna þarf ég Hvaðan Electrolux? Það AEG eða ekki? Þetta eitthvað svona Electrolux AEG. Þetta eins og ylvatn og vín. Það eitthvað stórt fyrirtæki sem á þetta allt og að breaking off í smápörtum minna. Það ekki fletta upp, Electrolux. En síðan, ég ætlaði að spyrja hvað spilda, en ég fekk að það reyndi á sjálfsögurni. Þetta sænst. Sænskt? Já, það Ok, allana Okay. Sko ég sakna það sem ég sakna við miðbæinn ætla að segja eitthvað mjög rámt gráksíska íslensku er þruman, ég sakna að fara í þrumuna og köpum plötur sem var plötubúð back in the day og hliðin Hókus Pókus það kannski ekki skipulagsmáli miðbænum heldur meira bara þróun tímans, já, en þú veist plötubúður alveg samt thriving sko. En sko ég get alveg viðkynnt það böggar mann alveg að þú veist, ef maður eins og fær í kólaporti eða eitthvað, bílastæðagjöldin ef maður bara að hoppa inn og út, skilur klukkutími, hvað það, 800 kall eða eitthvað þannig alveg inn í bæ Já, þetta alveg orðið smá sem kannski líka endur ómana sem þú sagðir einhverju leiti en já Hefur þú eitthvað pælt í Garðabæ að senda ykkur gjöld á bílastæðina? Nei, ég ætla að vona það verið ekki Jú, ég býttu bara þú eftir að sko, við erum líka komnir ég loksins komið þann þroska og sorry Kjarti, ég veit ekki hverju þú er búin að lofa fyrir þessar kosningar, ég bara hef ekki kynnt mér bara hvar víglínan liggur þarna í Garðabænum en núna maður einhvern veginn bara að fylgjast með það mörgum kosningum að maður sér öll þessi kosningalofur og áherslur og maður bara eru þið geðbiluð eru þið í alvörunni geðbiluð þið meinið ekki neitt af þessu þið vitið að ekkert af þessu þið mun ekki standa við neitt af þessu ég held að allir séu með góðan huga og góður hugmyndin en þetta verður ég er alveg búin að hugsa það líka þetta verður eins og okkur frúin í Hamborg þetta verður algjör frúin í Hamborg en mér langar að segja eitt með bílastæðin það sem að trufla mig mest er að þetta komi í þetta er svona orðin einhver sjálfvirknivæðing og það einhverjar tölvur sem eru að gera þetta fyrir okkur og þú keyrir inn á okkur bílastæði hér og þar bara við einhverja verslanir núna og líka þegar kemur að leikstuð og þú ert einhvern veginn á valdi tækninar það finnst mér ókveikjandi það er ekki manneski á hinum endanum sem er að fara að gera þetta og þetta, ég hef oft sagt að við erum að stefna mun eftir myndinni Demolition Man með Wesley Snipes ég geti leikið hana fyrir því og sko mér finnst við alltaf vera að stefna í það að það einhverjar vélar sem að sekta þig þú blótar opinberlega ég veit að við erum að stefna að puritanísku samfélagi þar sem við erum öll að borða fysiljum husk og skein okkur með skeljum skilur við og verða Demolition Man heimuvestandi fyrir alltaf ég ætla bara að segja ykkur eitt sjáu þið bara í græna gímaldinu það voru það sem allir eru bara hvernig gat þetta gerst já, við erum bara með það svart og hvítu öll samskipti Reykjavíkurborgar við framkvæmdaraðilann fjöllum bílastæði það er bara, við erum fann að einbyrna svo mikið af bílastæði að það er bara græn, við erum hægt að hugsa fagurfræði að þetta á ekki við Fucking Sigmundur Davíð birti gervigreindarmynd af Garðatorgi í gerð það var geggjum mynd en þetta var ekki, þú veist ákveður byggjum við ekki eins og bara svona lítinn kúrekabæ í staðinn þú veist, ákveður, þú veist, fólk alltaf að taka eitthvað sem ekki hluti af íslenska menningu og var eitthvað, þetta var í geðvægt þetta var samt bara mjög skemmtileg geturinn föttuð þið þetta? Já, fatta þetta strax ég bara fatta þetta strax en talandi Garðatorgið og talandi te og kaffi á Garðatorgi Búm, svona á að fara í þetta það er kaffi í þessu og þá viljum við minna á te og kaffi Garðatorgi þeir eru með kvöldopnun frá mánudag til fimmtudags og það eru vín, það eru bjór það eru ostar, það eru alls konar gúmmulagi og þetta er bara góð stemning það er góð stemning ég er að fara í kaffismakk á eftir eitthvað staðar í Hafnarfirðinum og Hafnarfirðinum Kæri, þið vil ekki sjá okkur Nei, ég veit það, þeir hugsuðu ok,
Það einn maður sem kann að meta the finer things in life. Já. 2 menn sem kunna að meta hundamat í Dalli. Hann hafði minnum, bara viljum hvetja ykkur til að fara á Garðatorg í, bara í, og vera þar sem lengst, vera þar til 11. Já. Þú veist til að vera, þú veist, að vera svona, Þú vilt vera þegar að vera að reka út, því þá eru menn leistir út með gjöfum oft, sko. Já, þá farið að taka með þér. En þetta er frábær staður Allir á út! Garðatorginu. Þetta er hérna í horninu. Ég var hérna daginn, mætti og þar var nú hún Sunna, Dýrfjörð. Wow. Sjárat á hana. Sjárat á hana. Herru, tegur kaffi maður, for life. Það er bara hannig. Sjóðum þetta heitt kaffi? Kólnar ekki þetta kaffi. Sko, vinir mínir, það sem ég vildi segja við ykkur í svona ljósi alls er að ég er hérna, þú veist, Hormúsundið, þú veist, það er spurning hvenær svona, hérna, markaðir fara að finna fyrir því. Já. Lokun húrra, ég farin að finna fyrir henni töluvert fyrr en ég átti von á, sko. Þú veist, ég hef ekki verið að gæta englanum minna nógu vel. Ég hef eyðilagt mikið af fötum upp á sikastiðin. Hvernig þá? Ég búin að vera í framkvæmdum heima á mér, þannig að það hefur bara svona, þú veist, eitthvað... Ertu í húrrafötum þar? Ég reyni að fara í svona það sem ég kalla myndlistafötum mín, sem ég leyfa skvettast á, en eru samt sem aður svona gömul tískuföt. Og eru þið með svona lífsring fatnaðar? Þú veist, fyrst þetta tískuvara, svo fer maður að nota eitthvað sem svona, þú veist, í garðinn eða... Ég held að ómeðvitað sé ég með þetta, sko. Já. Og hérna, en þannig ég kannski búin að vera eitthvað, ég ætla að fara hérna að bara renna einni rönda kíti eftir þessu og svo bara klíni ég á með allan, skilur, og kem hvítur út úr eldur og þetta búið. Svo hef ég líka bara verið að lendi í því að vera hægelda, Danni er grillari, ég er hægeldari. Veistu hvað ég tala um? Ég er slow cooker, ég elska að láta það hluti alla og hafa það mjúkt undir tönn, bara svo gamalt kall, sko. Og ég búin að vera hægelda og safinn sem kemur úr hægaldun í kjöti, hann er fytumikil. Þannig þú veist hvað ég tala um. Og ég er eitthvað tvis og bara endi því að skvetta þessu bara yfir fötum mín og þetta bara næst ekki úr. Það game over. Já, þú veist, ég veit ekki alveg hver á þessa skyrtu, sko. Bara hér. Já, ég er línu núna. Já, hérna, sko, þá spyr ég, sko, nú ertu að ferðast allan heim, eða álfuna með steindavinniðinum og vinni okkar. Ertu ekkert að vesla þér föt þar, þá er kannski hliðaspurning, eða byrju klárum það, er það ekkert að ná að fara í... Ég hef náð að taka sprett og kaupa mér eitthvað ból eða, þú veist, eða ég hef verið einmitt búin að sulla hálfum kaffi framan á mig og verið bara shit, þetta er rít og rekk og ég hef bara séð Carhartt búð hinum með göttuna og hlaupið og gefni ból eða eitthvað svona. Ég var náttúrulega eftir fyrstu seríu af Einsönnu, þá var ég valinn að vísi, það var einn af best klæddu mönnum Íslands. Okay. Og það stóð meðal annars Dórdíana hefur klætt af sér hverja stórborgin á fætur hennar. Það sem lesendur og álitsgjafar vísis viti ekki er að ég fekk Jóhann Kristófers, Joey Christ, til að velja handa mér föt á heimasíðu. Og bara þetta var niðurstaðan. Ég bara hann valdi 3 outfit og bara, ég var strax komin á vísi í kjölfarið, sko. Og nú er ég búin að skvetta alls konar drullu á þessi föt og get ekkert verið í þeim lengur. Og ég var að verða bara eins og svona belgískur kallmaður, bara svona 90% nef og jakki einhvern veginn að núti og allt í einu var Steinþór að segja bara, ég held við vorum að horfa á einna þáttir í Danmörku frá fyrra, við erum í sömu föt 2 ára síðan. Sko, ein pæling sem ég er með, þegar ég hef alveg reykið með á þetta, fyrst mér orðið einhvern veginn leiðilegra að vesla föt með árunum, en búin að tala um húrra, að maður kemst að því þegar maður fer að vesla úti, hvað margar íslenskar svona sérveslanir eða svona sem er að specialisa sig í ákveðnum flíkum og svona, eru góðar. Já. Ég hef til dæmis eins og bossbúðin þegar maður fættir Péturs eða herragarinn fættir Hemma Hauks. Þú ferði einhvern veginn og... Þekkir og gaurana með nafni í búðun. Já. Og það er líka mjög gott, því að þá farðu við persónulegri þjónustu. Ok. Ég er ekki saman með það. Það er rétt. Ég vorum að tala um húrra. Ég er bara með eina hugmyndafræði í Ísöldi og það er frá Big L. Hann sagði, we never bring luggage, we go shopping when the plane lands. Og ég bara eiginlega, þú veist, gerir það, sko. En Danni, þú kaupið mikið af fundum. Já, ég er, sko, það er sendið að koma þarna, beint frá Danmörku. Spáni, akkurat núna, maður. Bara hún er að koma núna. Ég myndi líka hata mig. Ég var eitthvað lítill í mér eftir ég 2-3 kaldir riðust á miðundaginn og ég fór að panta með föt á netinu
Hvar ákvaða vefsíðu? Við skulum bara Ég fór bara beint, ég er svona beint að bílíkur, ég fer bara beint á áfram með þetta. pantar Já, efni. þú ert líka fylgist mjög vel með, hann var að panta sér einhverjar kóreska skó daginn. Já, ég bara, þú veist, maður reynir að gera sitt besta í þessu. En þetta er yfirleitt, ég er best að því ég er smá þunnur, sko. Já. Á, finnst mér gáðan að vesla, bara til þess að líða aðeins betur. Nú ert í stússiból. Úr húra, Reykjavík. Já. Þannig að svona, já, þú veist, ég veit það ekki. Mér finnst bara mér finnst alls, eins og varst að tala á hana, að þú værir í einhverjum fötum sem að vera búin að slettast á okkur tískufötum. Hafið tekið eftir það er hægt að kaupa svona karartbuxur sem er búið að setja svona spassla á eða málningu. Þannig að þú þarft ekki að vera þessi gaur lengur. Þú getur bara keypt þetta. En er þetta kannski þannig að með Carhartt að þú kaupir það í húrra, svo þegar maður er fertur þá fær maður bara að kaupa það í handelsúsinu, bara kaupa hann verklegu Það eru svona levels í þessu, þú veist, eins og flannel, sko. er það sama, ég efast að sama dóti sem er hafa verið í til dæmis húrra, sé handelsúsinu. Nei, sko, þetta er alveg rétt. Mismunandi típur af Carhartt. Já, og þetta er bandarinska Carhartt, workwear og svo er þetta evrópska streetwear, sko. En það eru nokkuð pieces sem hafa crossoverað, þú veist, þarna galla vesti með svona vatterað, þú veist, það eru svona crossover piece, sko, og þú getur fengið þarna, já, handelsúsinu, sko, og víðar, sko, sem er verið að selja Carhartt, sko. En allan að við, kæru hlustendur, ég auglýsi eftir stílista sem getur hanna nýtt lúk á mig og ekki án þess að vera fyndin með því bara, þú veist Hvað lagði Joey Crust áherslu á? Joey Crust pantaði bara svona cool föt sem pössuð á mig og virkuðu, þú veist, þannig að þetta voru 6 outfit en í raun voru þetta 36 outfit einhvern veginn af því að var þetta græja þetta og fyrir þessa seríu þá sendi ég á hann vefsíðuna sem við pöntum af sem heitir Amelie Dore sem bara, þú veist, því bara þekki stærðina mínar og þetta er töff og þetta er frá New York og þetta er svona street en líka smá kallmannlegt og þetta bara hendar fyrir mig og hann valdi fleiri flíkur og það voru allar uppseldar. Þannig að ég er núna verð valinn bara mest staðnaði klæddi maður í Skammavelunin. Dóri, ég gleymi ekki, við vorum að tala um búninga og tísku. Ég ætla ekki að nefna hennu, við vorum að vinna saman á auglýsingastofu. Já. Fítón, ég var hættur á Kansas, það var svona online armurinn. Já. Og við vorum hann í Kópurhúsinu, það sem er Pipar núna og það var eitt gæi þegar að Kormákur skjöldur var, þú veist, það voru ógeðslega margir í bara með slaufu eða Kentucky slaufu og axlabönd og eitthvað og það var eitt gæi mættur hann bara sem var að taka Peaky Blinders seríu 7, sko. Ég veit og þú komst bara, þú varst í mótiskapi það er ekki gott að hitta Dóra. Þú varst ekki í góðskapi og þú sagðir eitthvað vel þú sagðir eitthvað, hei, þetta var ungu gaur hann var stíða sem þessi skref í þessi og hann sagði, hei, þú varst ekki að segja vel og sér góðst, hei, þessi sem þú ert í núna hann var í öllum, bara Kormákur skalla á þennu þetta er ekki tíska, þetta er ekki föt, þetta er búningur og lappaður út og hann var bara já, bara ég er svo leiðilegur, ég get verið svo ógísla leiðilegur þegar ég er leiðilegur, sko. Þetta var rétt sem þú sagðir en Hvað var fyrsta tískumerki sem að þið Dickies. Dickies, við erum búin að taka sömur við erum fann að endur taka ykkur aftur hérna en tíska, við ættum að tala meira um tísku hérna, af því að, þú veist af því ég tala fyrst alveg ekki um tísku af vissu og ég er, vélar að fljúga á kolvi hérna fyrir þannig að var þetta endurspeglin næja, við veitum aldrei vita en það sem er þú veist, ég er allavega í basli og ég þarf stílista og ég þarf svona bara, ég þarf konsept sem ég get rönnað með og bara svona, þannig þú ert bara klæðið í víta neðan, þröngt á ofan eða eitthvað svona og ég er strákar, ég er í lægð einhvern veginn væblega síðan, ég er í væblegri ég er í, sko, swaggi mitt er í lægð og það eina sem er haldið þessu swaggi gangandi er þessi svarti Kia Eva 5 sem er að standa sig mjög vel hérna og gefur frá sér þau skilaboð sem ég vil gefa frá mér að ég sé liberal fjölskyldumæður En ef við að kíkja á tala um swag, ef við kíkja á bílvikunar bílvikunar, svægivikunar Nóian búin að vera út um allt maður Nóian hann er harðasti stjörnumæður hansins Já, hann er alltaf á skíðum og snjóbretti Já, snjóbretti Ef við að kíkja bara á hvað Maggi er búin að senda ykkur á bílsreikækur 1, 2 og Já, þetta er Unimog á 54 tómum menn er að Unimogga Þarna ertu með liberal fjölskyldumann Þetta er sko alveg deep liberal sko. Þetta gæti verið maður sem er anarkist fjölskyldumaður sko. Hérna Egin 34.000 Það
Hvað er þetta, 85 módel? Þetta er eitthvað Zelensky motherfucking dæmi, sko. Er þetta 85 módel? Hann ég gaf alltaf okkur, mér að þér allan. Já, og hann er ekki neitt þessi bíl, sko. Hann á nóg eftir og 5 milljónir seljandi sko skipta ódýrari, menna að þú ert á bara, þú veist, einhverjum Yaris getur þú hendunum upp í þetta og hendunum á grindina líka, sýnist mér. Þetta er bíl sem ykkur athygli. Þetta er kamoflasbíl og þó svo ég hef svona yfirleitt gengið út frá því að menn sem eru klæddir í kamoflas eftir 30 og eru ekki að leiðin á veiðar ætti að handtaka á bara að því þeir eru líklega að fara fram með hryðverk eða kynferðisafbrot og þú veist, en þarna ertu komin í eitthvað klassíst og minna, er nú ekki leiðilegt að kera niður Laugaveginn á þessu á Cape Ride. 3 manna. Þannig þú ert nær skjánum, hvað sér þau þarna í specs þarna fyrir neðan? Þetta er akstustölva í honum, þetta er reiklust ökutæki og það er útvarp og 54 tómur dekk, það er svo, herra Nets með tala um 24 tómur. Já. 24 tómur sig. Það er ekki neitt, það er bara helmingurinn á þetta sko. Haldi ég kemur bara með einhver plötu, bara hefur 54 tómur, herra. Að það sé magasín í honum. Ef þú vilt mokka 24 tóminnar, þá er það hægt fyrir spotprís hjá Bílasölu Reykjavíkur. Og þarna sjáum við líka fjölbreytnina í starfi Nójunar að geta verið að selja Kíur og geta verið að selja Mitsubishi. Eins og vera á 24 tómum og svo eitt Unimog. Hann er bara að breytast ykkur sölu varnarlegsegna hérna. Já, þetta er eitthvað sem... Þetta er sölu varnarlegsegna bít. Já, ef hann væri bandarískur. Ég var mjög mikið í eskuminni neyri sölu varnarlegsegna með pappa. Pappa var alltaf að kaupa einhverja Econlæna og einhverja gamla bandaríska bíla, sko. Já, við þurfum eiginlega skilgreina fyrir yngri hlustendum. Það var sérst á Grensás, það sem að held að Vinnumálstofnun sé þetta núna, eða ekki? Jú, bara bjeka og kjúklingur þar var bara kaninn að selja. Já, þetta var sérst þannig, hér var náttúrulega herstöð eins og kannski flesti vita, bandarísk herstöð og það voru ákveðna vörur sem voru seldar inn í þessari verslun og þetta var ekki verslun, þetta var rými. Þetta var rými og þetta var mestmegnis svona notaðir herskápar og skrifborðu með stálskúffum og svona innréttingar rifnar út og setta bara þetta var ekki og bílvarahlutir jafnvel og svona tjakkar og dót en svo voru líka hægt að kaupa bara nammi og gameboy-leiki og eldgamalt nammi Starburst og eitthvað shit og stundum var hægt að kaupa Kool-Aid og sem var mjög spennandi sko því að Kool-Aid var smiklað með flugfröðum á þessum árum og gekk kaupum og sölum á markaði sko en þetta var mjög spennandi fyrir unga drengi að fara þarna. Pabbi vann upp á velli í áratugi og þannig að það voru svona ýmsir hlutir sem fengu að koma þaðan sem veit ég hvort það hafi verið lögum samkvæmt en Hvað, vélbyssur? Nei, ég er að segja að mátti bara ekki taka einhverja vörur, það voru geisladiskar og það var svona mitt gateway í rapptónlist, það var varnarliðið. Það var náttúrulega Vendís. Vendís var þarna, ég fór mjög ofta á Vendís. Sko. En það sem kannski reykingar er að verða mest af og við fengum svona rétt að grípa í rassina á, var náttúrulega píanóbarinn, þar sem kananir fóru gjarnan einu sinni í viku og við eigum nú sögu þaðan við höfum tekið myndband á píanóbarnum og það voru gaurar sem held að Danni geti komið út af þessi plötusamning á Íslandi var þetta píanóbarinn Opus? Þetta var píanó Var þetta píanóbarinn? Þetta var áður en þetta breytist í Opus Síðan tók Brynjar Már við það var skemmtarnastjóri og BMF og það var þetta Opus við komum hérna inn á föstudags eða laugardagskvöldi. Þetta var bara, þú veist, það var að vera að spila Notorious bara pakkað staður það var við eyðilegum, það kom bara kveitað ljós, það kom bara hey, we got 3 fellas go það var alltaf einhver kanna að DJ sko og hann bara, yeah, we got 3 brothers in here they're gonna do their thing, gonna let them do their thing allir upp í vegg, slökkt ljósin við tókum í klubnum allir í einhverjum billabong vestum sem vorum nýbúin að fá og ég alveg tala, við hefur aldrei liðið þetta var hræðilegt og svo var einhverju gaurar öskar fyrir aftan píanóbarinn, you don't know what you got till it's gone þú veist það bara, þetta var eins og að ganga inn í aðra vitt ég myndi að þetta væri ennþá í gangi maður væri eitthvað svona, þú veist ef maður væri eitthvað svona þú væri að rífast við konuðina þú var svona, ég ætla að fara af staðnum út í fílu getur farað þangað inn en sko þegar píanóbarinn opnaði átti þetta að vera flottasti staðir bæðir sko. Var hann ekki mjög flottur? Ég man ekki mikið eftir bara innréttingunum mér var þetta smá svona þegar hann var tómur að líta út eins og bara félagsheimili eftir ball en það var píanó þarna
Þetta er smá svona Broadway feelingur, svona gilt hérna handrið og eitthvað shit, sko. Já, þetta var gott kvöld, maður. Þetta voru góð kvöld, sko. Herru, eitt mál. Já. Hérna, ég fekk hvatningu frá hlustanda. Ok. Við ættum að tala íþróttir í þessum þetta. Já, ég veit meira sér hvað... Hlustandið er? Já, það er öngmaksari, sko. Það er öngmaksari, sko. Og ég er alveg tilbúinn, sko, ég farin að fylgjast með bestu deildinni. Já. Og hérna... Þú ert valsari. Og ég er valsari... Saltverk. By default, saltverk, út af saltverk sponsinu sem ég valsari, út af drengnum og bara, þú veist, afturhölding fjallu í síðasta vor og eru, þú veist, ég ætla að reyna að ná okkur leikjum þar en bara ég vil fylgjast með þessu og það gerðist í gær sem sagt að ungur strákur fekk sína fyrstu mínútur, þetta búið fréttum það, Loki Kristjánsson hjá Val og hann er í 9. bekk og þetta er strákur sem er búin að spila með, þú veist, sinni mín, þú veist, ég hef séð hann að strák spila síðan hann var 10 ára, hann har alltaf verið geðvægt góður og hérna djöfull er gaman að sjá þetta. Ég fekk alveg svo mikla gæsahúð þegar hann kom inn á og var bara, þetta er almennilegt maður og svona, þetta er í fyrsta skipti sem ég er svona íþrótti gleðja mig svona mikið sjá þetta. Falleg stund. Já, þetta er falleg stund. En hvað segir okkur bestu deildin í ár? Er ekki KR að fara að stímróla yfir þetta? Þetta er náttúrulega bara fer mjög skemmtilega stað. Maður nú fylgst með henni bara frá því maður var lítill og unnið við að fylgjast með henni nú í nokkur ár. Ég man ekki eftir svona byrjun, það kom held ég alveg örugglega að það veri fyrsti markalausi leikurinn í þessari umferð, þannig að það voru búin að vera, það eru 18 leikir búinir í deildinni, 18 leikir, já, og það hefur bara einn orðið markalaus og það er bara mikið af mörkum, opnir leikir og það er svona eitthvað við íslenskar íþróttir, þetta er eins og bara að ber saman íslenska körfubolta, NBA og líka bestu deildina og þú veist aðra deildir, þetta er einhvern veginn nærmanni. Það kom upp einhver moment sem þú hefur ógeðslega sterkar skoðanir á og svona, ég elska þetta og það er, mér finnst bara ekkert eins og að fara á völlin, sko, mér bara í bestöldinni, mér finnst þetta bara, það er bara geðvægt og þetta fer ótrúlega vel að stað, káeringar góðir. En byrju þið voru næstu í fallninni fyrir það, hvað breyttist? Það er alltaf bara 3 leikir búnir, skilurðu, þannig að þeir hafa byrjað vel líka undanfærin 2 ár. Ég líka fótt í Ghana og fann 2 leikmann fyrir það, sko. Já, en hérna, þeir byrja mjög vel og það er líka svo gaman með Óskar Hrafn. Fyrsta lagi er Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, með mikið dagskrárvald í íslensku íþróttaumræðu. Já. Og hann fær svona, hann talar eða svona, hann er með svona frasa eða konsept. Hann talaði fyrir að brenna skipin. Já, ég fatt það ekki ennþá og ég er gáfaður og vel lesin. En hann talar þú veist, það er bara, hann valdi sér leið, hann ætlaði að vera sókdjarfur og þeir eru bara búin að brenna skipin. Þeir ætla ekki að spila, þú veist, hann ætlaði ekki að fara og byrja að bakka og byrja að gefa afslátt af konseptinu sínu. Nei. Og ég fíla það og svo talar hann Man in the Arena og hann er svona í svona pælingum, sko. Sko, ég fíla við hann er alltaf í CP Company sem er svona hliðar fyrirtæki Stone Islandi að varða. Alltaf í Badge in eða? Það er CP Company sem er þarna, þú veist, hefur ekki séð svona húi sem er svona innbyggðum sólglerum. Jú. Þetta er það, sko, hann er ekki með þá húi og síðan ennáttúrulega káringarnir eru náttúrulega með leynivopn úr íslenska rappleiknum. Það er Gauði Ramses. Gauði Ramses er Styrktarþjálfari. Hann skilaði vikingtitil og núna er hann eitthvað kokinn. Guðjón Örn Ingvarsson, Gauði Ramses. Ok, þetta er spennandi og hérna, og ég meni, ég bý í Vesturbænum og ef þetta fer að ganga eitthvað rosalega vel hjá KR, minna, drákar, ég er bara að mæta. Já. Bara látið svo ekkert af ískorist. Sittum með Jóni Kár og Eldon. Ég sit bara með, þú veist, bara Boga Ágústinni, þannig séð, skilur, þú veist, hérna, ég hik ekki við þetta. En hérna, Þór, það er bara eitthvað heimalinga lið, skilur, þú veist, uppátt í leikmenn. Mér finnst það líka, fótboltanum, þú veist, það eru ákveðin hlutir að gerast í handboltanum minna heima. Að því fyrir nokkrum árum voru allir bara íslenska deildir ömuleg og svo bara gerðist eitthvað. Allt í einu fórum við bara að unga út strákum. Ótrúleg gróska og það er bara, þú veist, það er bara að mæta hérna stórlið og cherrypicka bara bestu leikmennina og bestu liðunum constantly og það er einhvern veginn og það er ekki eins og verið að dreina deildirnar. Það er bara alltaf einhver nýr sem er komin. Við erum orðin greinilega bara ógeðslega góð í handboltaþjálfun. Þú veist, horfðu á Gauri svo Blær, þú veist, hann er að fara frá afturheldingu yfir í liði Búndeslíkunni og það er bara 8 marka í leik, skilur, þú veist, hann er bara tilbúin í Búndeslíkuna frá íslensku deildinni sem er stórmerkilegt, skilur, ég fíla það,
hvað hérna, ég fíla ekki körfuboltanum, hvað oft bara 7 útlenski gaurar að spila við 7 útlenska gaurar, 5 útlenski gaurar að spila 5 útlenska gaurar. Það hefur alveg verið bent á þetta og hérna, sko það kannski líka svona aðeins öðruvísi bara svona, ég var að segja markaður og móti getur maður sagt að það hafi ekki verið hérna jafn margir. Hvað gerist? Þetta góða kallum. Tók stóra sopan kaffi og tjóka þess. Hótend kaffi. Það ótrúlega margir leikmenn núna í háskólaboltanum. Þannig að, já, gaman að þessu. Strákar, vil ég ekki fara að salta eitthvað fyrir hann Bjössa okkar í Saltverk? Jú. Ég heyrði Bjössa í fyrrdag og hann var á rapptólingum, hann var úlur. Þannig ég sagði henni, ég myndi tala myndi þetta Bjössi í rapp. Gísli Pálmi mætti. Já. Ég dóri, hvað ætlar að sagða? Shit. Ég með... Þetta kaffi maður, potent. Ég aftur með umdelt salt og ég örugglega frá hjóli í eitthvað báða eða núna. Ok. En ég að ferðast mikið, þannig að þetta mjög ferðalega based saltanir núna. Bóði Saltverk besta salt í heiminum. Veistu hvað ég ætla að fá að salta? Með birds smoke. Ég ætla að fá að salta handfarangur. Ok. Ég komin með leið á liði. Þú veist, taktu með þér fucking tösku með Gameboy og headphoneum í og hérna verkjalifum og þetta, bara bakpokaðinn. Þetta þurfa að taka allan farangurinn sinn borð í vélina og geyman hérna above ground. Hversu mikinn tíma ert að spara hérna í alvöru? Því að þú veist að því flugvélum senkar oft, skilur, og þú ert bara hangandi og bara í 20 mínútur liðnar og þú ert ennþá að bíða eftir einhverju taxi, skilur. Hversu mikinn tíma ert að spara? Ég skil að þú ert að fara í eitthvað flókið tengiflug, taktu það. Hugmyndin var búið til fyrir þetta. Ef þú ert að fara í tengiflug, taktu með farangurinn, geymdu vökvann, en þetta hefur bara gert travel fyrir allra verri einhvern veginn og það fólk að röfla þarna út af einhverjum sprætflöskum í tollinum og svo það maður að bíða endalaust eftir að vélni lent. Fólk eitthvað, reyndar að taska mín hérna í 30 ára fyllt eitthvað, gæti láta henn að ganga og maður sé bara, og, þú veist, þú ert að spara tíma á kostnað og þú ert að gera samfélagið verra. Þú ert að gera samfélagið verra og ég þol ekki fólk sem lungið í því að ferðast. Svona einhverja stelpur í joggingölu með stór headphone og húða utan hálsinn. Maður bara, þú lítur út þessu sjúklingur í alvöru tala. Og þetta söltun vikunar, búið dóra díðina, tjekkið í fucking töskurnar inn ef þið hafið þess kost, skilur, njótið ferðalagsins og hættið að hugsa þessu séu vélmenni á ferðalag. Vélmenni myndi gera þetta svona, einhvern veginn. Eða bara fara til Big L og never bring luggage, go shopping when the plane lands. Bara kom með tóma tösku og taka hana upp af trollíinu, sko. Ég var einu sinni og alltaf að vera eitthvað sokkar kall og keypti mér geðveitt dýra ferðatösku í New York, í Macy's, New York. Þetta var ekki Rimowa. Ég var að sé allir spaðar og allar gellur, Instagram gellur með svona Rimowa áltösku, það hafi ekki séðast töskur, kosti eitthvað 120 skall. Okay. Ég keypti mér og síðan var ég geðveikt ánægð með tösku, ég man ekki, þetta var svona soft taska samt. Ok, kem heim, það er eitthvað vesan á töskunni og kom ekki komin og það var svona, það lent í hreyfli og ég tók hana og reif ég nýja úlpu sem ég var í og ég var bara, þetta var svo mikið fucking failure, það er ekkert pönslan í þessari sögunu. Ég er með mótrökin, ég komi núna, við höfum verið að fara mikið til Bandaríkjanna að heimsækja dóttur mína Universal og Ársmiðahafinn og ég tek alltaf einn farangur og ég lendi í tvisvar síðustu 3 skipti sem ég farið að farangurinn hefur ekki skilað sér ef ég tengi flugi, en svo er einhver gæi sem heitir Alex eða Axel eða eitthvað sem er greinlega að vinna við að keyra þetta út og þetta er náttúrulega ógeðslega pirrandi, þú býður við eitthvað hjól hérna færiband, taskan kemur ekki, þú ætti að fara að fylla út eitthvað eigðu blað og eitthvað QR-kóði og eitthvað, maður er svona nett pirraður, svo bara hringir hann, blessa maður, ég rétti þessu maður, ég kenti þinn og hann var svo glaður að hann skildi mig eftir ánæðri viðskiptavinn. Hann kom að það morgunin eftir. Ég kom beint bara leiðu í gat bara og var bara svo næs að hann gladdi mig. Þetta er eitthvað svona stendadót, sko, að treysta ekki flugfélaginu fyrir töskunni. Stendi, hann leggur ekki töskuna sína á rúmið í hótelinu, hann svo hræddur við að fá pöddur úr rúminu að ferðast með honum. Mjög solid samt. Já, hvert hefur verið að ferðast þegar þú þarft að, ég þekki
engan sem hefur lent í pöttum, þú fyrsti maður sem ég þekki sem hefur ekki fara okkur tilbaka. Ég er með steinda þar. Þið eru bara, þið eru svona gaurar sem segir, já, við þurfum að hegða okkur, þú veist, þið viljið búa í þorpi en þið neitið að vera þorpsbúar, skilur, það er náttúrulega máli. Ég tjekka þetta töskuna. Ég er að tjekka töskuna. Já, það er gott að heyra, Kjartan. og hérna, en ég bara, þetta er eitthvað lenska. Þetta er þróun sem gerir samfélagið verra. Þetta er eins og með bílastæðin og maður sérstaklega eins og þegar Play var sko, þú ættir að borga auka eitthvað fyrir töskutna sko, og það voru ferðamenn með stærstu bakpoka sem að voru til að reyna að tróða þeim upp í helvitis hólfin sko. Eða bara þegar fólk er að byrja að tróða í þegar þeim er svona hólf sem á að skilgreina stærri farangur sem mátt fara og fólk er einhvern veginn að svindla þar og reyna að tróða einhvern veginn. Mér langar til að setja það fólk á no-fly listan sko, í alvöru tala. Ég var eins og DJ út í Edinborg og var með græjunni í handfarangri, svo litla svona controller-græjun í svona flight case og ég er að láta gegnulýsa, kemur einhver skoskur sjómli, hann er með þú veist tattoo hér, spiked hár, einhverja keðju sem er svona bara eiginlega svona bublukeið, veit ekki hvað það svona, tringi svona, og hann sér hvað er í flightcase-inu og þá kemur hann, I'll take this one sen er hann eitthvað so what do you play man og ég er eitthvað hann eitthvað, yeah I'm a DJ myself, do you play house music og ég er eitthvað yeah, check me on Instagram, are you on Instagram man, var eitthvað svona bónda við mig ég er bara eitthvað, what up man, bara gáðið vel maður. Svona á að gera þetta sko. Svo var ég að tala, þú veist, það er náttúrulega búið að gera post 911, þú veist, það er óslega leiðilegt að fljúga og allt við það er eitthvað, þú veist. Og flug er mjög, ef við pælið í, mjög léleg þú veist, að þurfa að mæta svo lungu fyrir og fara í gegnum allar svo öryggist, þetta er mjög þetta er ekki user friendly vara. Þetta er ekki það, og ég var að tala við ríkan gaur sem var að segja mér, þú veist, það er bara ekki ríkan gaur, bara eitt kláran gaur sem segir mér að hlýtur að vera eitthvað flugfélag sem getur bara farið að bjóða upp á öðruvísi þjónustu, bara enter at your own risk. Það verður ekkert öryggistjekk, það verður kannski að sprengja í vélinni, þú veist, bara gerðu eitthvað, skilur og bara, þetta er bara svo að fara í tífulutæki. Ef þú slasast, þá er það þér að kenna, en þú veist, þú þarft ekki að gangi gegnum þessar rosalegu niðurlægin. Munið þegar maður var 5 ára og var eitthvað í flugi og þá fekk maður að fara að skoða flugstjóraklefan. Ég líður bara æska minn að vera helmingur og ég sé að skoða flugstjóraklefan. Bróðir, ég var að skoða flugstjóraklefan í gær. Fekstu það? Ég var svo skelkaður. Ég er orðin bara flugræddur og ég var. Hleypaðir fólki Ég er náttúrulega örugglega að segja eitthvað, þú veist, við máttum ekki taka myndir og þetta var illa séð, en já, ég bara full disclosure að sáu 300 belgar þetta, skilur við. Ég fekk að fara fram í og rappa við þá. Ég er ekki að ljúga, ég kannski er að ljúga, en ég fekk að fara þarna og þú veist, allir er eitthvað Dóri, maður er alveg losnað við flugræðslur eftir að maður fara í klefan og sér eitthvað, ég veit það ekki, mér fannst það vera miklu meira low-fi en ég held sko, allir eitthvað tölvan sérum þetta, ég bara tölvan, þetta er ritvélina sem er að vinna á þetta fram í það. Ég heyrði einu sinni, þegar að Vá var að byrja, það var svo mikið partí þegar þið byrjuðu, að muni þegar óttu að vera með eitthvað Top Gun feeling, að þú veist, flugfreyjarnir komu í einhverjum múteringu og gæði voru með eitthvað svona Top Gun sólgleru og óttu löppin og hættuðu bara með þetta svona 2 vikur þegar það var drullu saman. En ég man ekki, veist, hvort það sé eitthvað svona false memory eða eitthvað, en það var eitthvað djók í gangi að það hefði verið svo mikið partí þegar Vá var að byrja að þeir hefði leyft Valdi Byrni að fljúga vélinn í hálftíma. Það var bara í hálftíma? Ég veit ekki hvort það var tweet eða eitthvað, eða ég sé bara eitthvað rugglaður, þetta var eitthvað djók. Ég ætla allavega að efast þetta. Ég veit eina sögu, að þegar Ari Eldjátt var að vinna sem flugfreyr hjá hann Ari líka bara vinat okkar lendir á skeri þegar við byrjum að tala um ferðalög, hann kallar þetta transit og hann talar um tíman frá sko, þú veist, frá því að labbar út heima hjá sér, skilur þá þangað sem hann labbar aftur inn heima hjá sér, það er ferðalagið sko, og hann er rosa góður í að ferðast og hefur gert mjög lítið mér þegar ég hef upplifað flughræðslu, eins og bæði við sagði við mig þegar ég var mjög flughræddur, Dóri, væri það ekki betra núna ef þú fengir lítið stýri og lítið kallkerfi þar sem þú getur sagt öllum í vélni hvað væri hræddur núna og svo þóst fljúa vélni og mér er alltaf þótt að mér fyndi enniðurlegandi, en Ari hefur sagt mér frá því að þegar hann segja það er svo ógeðslega mikið af ungum gaurum, eiginlega allir sem voru að vinna sem flugþjónar þá voru að læra flug
og svo hann ekkert tímann bara í hálóftunum og þá kemur kapteininn bara, hvað segir viltu taka í? Og Ari bara, ok, sest við vélina, við bara komin hérna, hvað þetta búið með marga tíma? Ari, engan, þá komin bara, farið. Það verður samt geggjað að Valtý Björn hafi flóið vel, sko. Þetta sem bara gæti verið ég eitthvað slipping in my old age, sko. En Við höldum okkur við þetta er fakta hérna. Við tala eitthvað Two Guys og Hjalta Vegnis. Sko, Hjalti, hann er okkur vegferð gegn einhverjum smassborgurum í stórverslanum. Já, það er eitthvað sem heitir smassborgarar sem hann er mjög gegn og hann er heitt í hamsi því að hann finnst þetta ekki að skiltu smassborgara en annars bara held ég að sé rjúkandi gangur í þessu hjá Hjalta. Ég labba þetta framjá í fyrradag og ég bara, það var svo mikil stemmingand inni því að þeir eru með sko á hérna á Hlemmi. Er þetta tæknilega á Laugavi eða hvað? Ég bara þekki það ekki sko. Laugavi, já, þetta er bara er þetta ofarlega Laugavi neðarlega? Þetta er ofarlega, Laugavi byrjar ok, reyna fyrir ofan Hlemm fyrir ofan Hlemm og hérna þar er bara full-blown kokteila fucking bar með alvöru kokteila liði og það er stemming þetta, fólk er að kasta pílu svona körfubolta það er allt bara, menn er að úða í sig smassborgurum og ástæðan fyrir því að Two Guys og betur en flestir að þetta sé svona mikil synergía er út af rappinu og tengist á rappi. Það er Tupac borgarinn. Var Hjalti ekkert um að rappa það? Hann er allavega mjög mikill hip-hop haus. En hann hefur ekkert verið að semja rímur? Nei, held ekki en hérna, það er Tupac borgarinn. Það er Tupac, það er Big Daddy Kane eða ekki? Foxy Brown, það The Old MC The Old MC sem ég fæðist En hvaða fleiri B.I.G. er ekki Biggie? Ég held að sé Biggie borgari, er Lauryn Hill til? Lauryn Hill borgari? Það er Veggie borgari, eða ekki? Það hlýtur að vera. Það er hérna, maður sjá, ég bara farið yfir þetta hérna talið á með hann. Það er Foxy Brown, það er TLC Slippin' Our Old Age. Ok, það er Two Guys, það er Tupac, það er Hjaltason Special So Proud I Put My Name On It, B.I.G., The Old MC, TLC, Foxy Brown, síðan er Klausen með dollarmerki. Var ekki eitthvað Cypress Hill borgarið þarna? Jú, það var Svo er Klemma borgarið sem hann alltaf verið flósað svona minn. TLC Remix, Wu-Tang borgari, All-Ins, Fried Chicken og ég man sko Big Noid var sérstaklega ánægð með kjúklingaborgarin. Hann var geðveikt vegan B.I.G. borgari. Ef þú mættir velja þér rappara sem ætti að fá, væri næstur í röðinni til að fá borgara nefndan eftir sér. Wow. Gucci Mane. Nei, ég veit ekki, hann er alltaf búinn. Heyrðu þið lagið sem hann gerði eftir snittsdæmið þannig. Hann gerði eitthvað lag sem hann er bara að tala um að hann var... Sett þetta í samhengi fyrir okkur. Segðu okkur... Hann sem sagt snitsaði þarna Push Ice-T. Hann gerði lag sem hann bara tala um þetta allt og fólk er ekki sátt með þetta. Sko. Ekki? En hérna, nei. Ég veit það ekki maður, þú veist. Puff Daddy, P. Diddy, borgarinn. Master P borgarinn. Það var eitthvað. Mægur segja, borgarinn. En Dóri, ég vil tala um eitt núna. Ég svona, er að tengja þetta. Manstu þegar ég og þú og Bentarinn fórum til Keflavíkur að dæma rappall sem að Atli Már Gylfason, blaðamaður, var að hósta. Rappalli var ekki byrjað klukkan 2:30 nóttina. Og ég man. Hann var ennþá von á fólki í húsinu. Þú varst ekki góðu skapi. Þetta er alveg dróð kvöldi. Ég var, þú veist þess að ég er að hlæja þessu. Aha. En þú varst ekki... Það var líka, Dóri, kottiðna við erum að fá, kottiðna þess út og frístalaði bara eitthvað og þetta var smá rapp fyrir krakkana stemning. Þetta var segast, það hafi verið á Ránni, eða ekki? Þetta var eitthvað, ég man ekki hvað staður hér í Keflavík og... Þú ættir að gefa út fyrir jólin svona saga skemmtistaði í Keflavík. Og hérna við komum og þetta var svona blanda af einhverjum svona könum á beisinu og einhverjum Keflvíkingum. Og ég man bara að ég var tímaörður, þú og Bent voru að dæma og ég var eitthvað time, varst að geðveikt fucking gaman. En ég man sérstaklega, sorry, ég er með smá nefræsli hérna, hversu fúll þú varst þegar að það voru á Sigga Ingóls í 2 leikmönnum sem vann þetta og þá kemur Atli Már, það var ekki búið að segja þér neitt og Sigurðurinn mun batla Dóra DNA og þú varst ekki eftir einhverju batla þú varst í mjög vondu skap eftir þetta allt og þú batlar hann og síðan kom Atli Már, er það jafntefli? Takk fyrir þannig að þú varst að fucking setup í þessu batli þarna. Ég veit það, setup á Suðurnesjum, það er mín sag. Það er aldrei að þú manst eftir mér í vondu skapi á mörgum stöðum hérna. Þetta var geggjað, ég vildi bara koma þessu á framfæri þessi. Já,
Herðu, en eitt sem við þurfum að ræða sem þú verið sem netnefnd betur en flestir hefur verið að vinna í og ræða, það er að angmaxa. Já, Angmaxing. ég er búin að vera Getur þú skilgrænt hugtæki fyrir okkur? það vildi eitthvað meina að væri, þú veist, að vera með símaveski eða eitthvað slis. En sko mér finnst angmaxið sko, þú veist sko þetta má ekki alveg vera það sama að vera miðaldra. Nei. Vitið hvað er að tala? þetta er svona eitthvað í líkingu en þetta er samt meira, þetta er áeiginlega við Þetta er aðeins meira kóngasitt. Já, og þetta er svona kannski einhverjir sem halda eða svona sem eru meira aware sjálfan sig en eru það samt ekki. Já. Skilur þau, halda þessi að gera eitthvað sem er bara einhvern veginn mjög cool sko. Er það ekki eitthvað svona, þú veist, fara í búð og kaupa lott og ekki á netinu? Tipp á lengjuna. Er ekki smá angmaxing? Hvaða hugmyndir komið þarna á? Menn voru eitthvað svona bara fannir að þrífa heitapottana sína og það er náttúrulega augljóst að grill og einhverju heimapottar og svona séu angmaxing og mér finnst reyndar að vera í rendum stuttbuxum bara allur fatnaður sem hefur eitthvað svona utilities þannig eitthvað svona hefur eitthvað svona tvær verkanir eða eitthvað, þá ertu komin í hart angmax. En að mæta í full kit í bumbubolta. Það er bara kannski skrítið. Nei, Mér finnst vera angmaxing að vera í svona Wu-Tang ból. Já. Það er bara svona, getur ekki verið meiri ang en eitthvað svona Wu-Tang bólur. Ég er ekki að segja þessi neikvætt, ég er bara að segja að það er algjört fucking angmaxing sko að vera í Wu-Tang ból. Líka svona þegar þú sérði eitthvað svona, þú veist, angmax, þetta er ekki alltaf lúðalegt. Nei, Stundu sér maður eitthvað svona gaurar sem maður man eftir sem alveg svona certified. Það er eitthvað bankina sko. Já, þetta er ég á yði maður, því ég er svo hræddur. Hérna, Tökum við bara hérna. svona, maður eftir gauri sem voru kannski mjög cool 90s og mistu það svolítið. Já. Svo sér maður allt í einu bara í, þú veist, nýjum Jordan sko. Og þú veist, og þeir eru kannski gráhæriðir í melabúðin einhvern veginn og maður er alveg, yes sir. Angmaxing. Angmaxing sko. En ég er ekki alveg með svör við þessu en þú veist náttúrulega þegar þú ert að angmaxa sko. Já. Segi ég sem er alltaf að reykja vindla á pallinu mínum, alveg angmaxing to the full, má ekki reykja á inni sko, skammaður ef ég gera það sko. Og ég held að þetta fari í töðnar á öllu hverfinu reynda líka, en það er allt önnur saga sko. Það er rattónleikar coming up. Yes. Yasin Bey. Mighty Mos Def. Já. Kannski verður kallið hann að rappa. Það er búið að alltaf hana þeiti lúður sko. Hvenær eru þeir? Það eru 9. maí og hérna, mjög spennandi. Ég sá hins vegar að það er ein entity að túra Evrópu núna. Sá að þeir eru að spila í Brussel 4. maí. Og það, mér synd að sú entity sé ekki að detta hingað. Það er Redman og M.O.P. Já. Saman. M.O.P. hafa komið hingað. Ég segi alltaf M.O.P. Mamma og pappi. Sko, hvenær komið þeir? M.O.P. komið hérna Það var fyrir COVID. Komið ekki ás. En Redman hefur ekki komið sko. Nei, ég var mjög til að fara þá tónleika. Já, það var svakalegt sko. M.O.P. var alltaf upp á hljómsveitin mín sko. En já, hiphop-ballið, hiphop-herbyggið. Já, en Mos Def að mæta. Mos Def, Yasin Bey, leikarinn Knái. Hann verður hvað í gamla bíó? Já. The Old Theatre. Já. Við erum ekki við erum ekki styrtir af því Unity en við auglýsum það enga síður af því við erum fyrir menninguna einna fyrst og fremst. Talandi menninguna, þá er ég að spila í 280 eftir viku á föstudegi. Já. Þannig að ég hveti ykkur til að mæta. Já. Það verður húlumæði. 280, þú ert að spila þar. Ég var að setja sýningar í sölu fyrir 30. apríl. Akureyri og Sauðakrók á litla landsbyggðartúrum minn með feita hjartað og þú ert í frambóði. Þannig að við erum allir að selja eitthvað. Eitthvað annað hjá þér, en Yes We Can, Obama stæl. Og Dóri heldur ræði. Garðabær, what time is it? Hérna, kannski er þetta skrítið að spyrja og kannski má ég ekki spyrja þessu. En eins og svona stand-up show, er þetta alltaf eftir ákveðinni formúlu eða taka brandararnar einhver liti breytingum á milli sjóa? Þú byrjar alltaf með rosalega flabby set. Þú veist, það eru mörg orð í hverjum brandara og kannski alls konar auka brandarar og svo er það alltaf að tálgast og brandararnir verða þéttari og meira svona precise og þú veist, ok, þessi brandari hérna
virði svona mikil sláturs, hver stysta leiðin mín að segja hann og halda honum ennþá heilum, það bara svona hugsunin sem þú ert ekki að skilgreina fyrir þér eða segja, nú þarf ég að beita þessu verkfæri, það bara svolítið í uppistandshugaðinum, hann að það alltaf að gerast þangað til að svona í rauninni það verður tilbúið bara ok, þetta tilbúið og hérna en svo alltaf munur á milli sýninga skilur orka, þú veist framíköll, eitthvað samband við áhorundur sem verður þar vantilega skiptir venjúðu máli þar skiptir venjúðu máli það alltaf aðeins mismunandi sko og hérna ég man alltaf með Ísland sem við sýndum oft bara, þú veist, eitthvað 65 sinnum eða eitthvað svona, þú veist, þá fór þetta svolítið svona og svo fór það eða smá dalandi líka því þú hættir að vera spenntur fyrir uppstandinu einhvern veginn og svona vantaði smá svona umf í settið sko. Mér fannst alltaf gaman að kom held ég á 2 á svona pröfusýningar það ennþá, Sigursalurinn gerir pröfusýningar, ég var með litla pröfusýningu, ég reyndar bara fekk að hoppa inn í Sigursalinn og þeir leiði með það þannig að þá kemur svona eitthvað aðeins í samband þeir finnst þess að þú sért einhvern veginn partur að því að þróa brandarann og verður mjög gaman sko svona, og verður svona innlægara samband milli áhoranda og uppistandara Svo eru nokkrir svona diehard uppistandsfans sem mæta yfirleitt á fyrstu sýninguna og svo eitt af síðustu sýninguna koma að tala við mann eftir álega, djöðlega gaman að sjá hvað þetta við þróast og þú veist, hendur þessu hérna út nei, ég var bara að gleyma þessu, þá oft eru þeir með þetta var geðið eitthvað hérna, já, þetta var sem svo gott þarna fyrst sko, þannig að það mjög gaman sko. Hvernig open mic senan á Íslandi? Hún ekki góð hún er haldið af einhverju uppistandi sem veistu hvað, ég þekki hann ekki alveg Nei. Ég fór á svona daginn sko Er hún ensku eða íslensku? Ensku Já, en það mætir fólk og það eitthvað í gangi sko. Það eitthvað í gangi sko. Og hún var kannski betri þegar það var dedikeraður uppistandsalur hérna í Austurstræti sem ég reyndar skemmta aldrei á en minna, þar var bara open mic í gangi á Íslandi og þú veist, Bill Burr mætir hérna að skemmta og hann mætti 2 kvöldi röð og tók uppistandum af því að hann var bara, ok, it's a comedy club og hérna bara meðan hann var á Íslandi hann var að gera, hann var líka bara upp á það var einn upp á Arnarhóli, það er ekki að vindil sko. bara að horfa á Solcity sko, Justin Sjáls hitt hann okkar maður sem á Just Winging It hann hitt hann í Bláa lóninu og þeir bara tengdust bara byrja bara alltaf að spjalla og enda bara með Bill Burr böðunum á sýninguna ég sá Bill Burr í Íslandi, það var ógeðslega fyndin sko. það var líka bara hvernig hann talaði Ísland sko. Eitt, við höfum lítið eftir, mér langar svo að tala eitt sem ég var sko byrjaðar að tala á heimili mínu svo heyrði ég þetta í öðru podcasti og mér finnst svona að hafði hort á Euphoria Nei, ekki það er öngmaxing og það hef ekki hort á það sko ok, mér finnst ég einhvern veginn segur eftir að horta á Euphoria, þetta er ógeðslega klámfengi sitt sko og þetta er náttúrulega krakkar í sko ekki í fyrstu 2 árum í menntaskóla skilur einhvern veginn svona kona mín horfir á þetta, finnst það ekkert mál konur horfa ógeðslega mikið á okkur svona ástir unglinga og finnst það bara á öllum aldri einhvern veginn á einhverjum tímabúti finnst mér þetta orðið perralegt en það verður aldrei perralegt hjá þeim ekki nema að það sé að gyrnast Jakobi Lordi en það er kannski sem ég ekki alveg hugsað út í ég er nú bara mjög lítið að horfa á þætti þessar myndir veit hvað ég er að gera, ég er að öngmaksa ég horfi eiginlega bara á okkur greiningar The Wire, bara hvað sem mikil pening átti Avon Barks til Marlowe, akkur lefður honum að ná the connect skilur og ég veit það, en mennur fann þeirra yrkja svo mikið milli línananna, ég horfa ofta á þetta með Game of Thrones en ef þessi gaur lifði raunverulega af og baku tjöldin, maður eitthvað þú veist, það er engin vísbending að það hafi gerst, þetta er bara þú að búa það til og einhvern veginn en ég hef gaman að þessu, ég er hins vegar ætla að ljúka þessu á einu dóttir mín var bara pabbi, það er þættir sem er okkur geðið að horfa með þér og ég var bara alveg bara svona dró andan djúft en ég bara upplifði mig á hérna á þriðjudagskvöldinu var ég bara fann að senda henni SMS frá Brussel, bara Brussel, djöfull hlakkaði til að horfa meira með þér. Það eru teiknimyndir þetta sem þetta Invincible og eru gerðir úr hasamyndablöðum og ég náttúrulega nördin hérna í hópnum, ég svo eini sem Street Credibility í Nexus og þó við að vera leita og þetta svona ungan strák sem að fá ofurkrafta sína sem ofurhetja og þetta gerist í heimi sem mjög svona ridden af ofurhetjum og alls konar árásum og þetta mjög góri og þetta mjög einhvern veginn geðvægt
ég er bara hlakka til Hvar er þetta aðgengilegt? Þetta er á Amazon Prime Já, það maður tjekka á því. Ég ætla bara að horfa meira á bara, þú veist, ég var að lesa hversu mikið pening Eamon Barksdale átti í The Wire og menn er eitthvað, sko, ég er ekki vissum að þessi high-rises þeir áttu voru að skila svona miklu og gefið þess að Levi Levi, eða hvað sem heitir Lögfræðingurinn. hann hefur retainer sem var örgulega þetta mikill, þannig að ég varst að þetta er bara greiningar hversu mikil, það hafði ekki hort á The Wire alltaf. Já, nokkuð sem Munið þegar að Jón Gnarr bara lét Dag B. horfa á þetta. Já, bara til Meita að fara í meirhlutasamstæðni með eitthvað verður búin að horfa á það væri. Það er ennþá mesta keep it real dæmið í íslensku Já, stjórnum. það er bara þannig. Ég var eins og hérna á spjallborði, á DJ spjallborði, bara svona, hvenær var þetta með Jón Gnarr þér? 10? Já, mér fannst eitthvað svona, ég var alltaf að reyna að komast inn, Diplo var á spjallborði, þú veist, það voru alveg fullt af gaurum og hérna, svona fylligaurar og ég var alltaf að reyna að komast inn, ég setti fréttin þetta, að Jón Gnarr hefði látið Dag B. horfa á þetta og þá kom bara gaur eitthvað, I doubt there are any Proposition Joes out there en ef ekki bara hérna, Við erum góðir í bíli núna. við erum bóðið Saltverk, við erum bóðið Bílasölu Reykjavík, við erum bóðið Two Guys og við erum bóðið Te og kaffi. Te og kaffi farið þangað það er opið til 11 frá Við kíkjum saman. 5, já, við ætlum að fara fyllir hérna sko, við ætlum að taka upp þáttum Og fyrir hlustundur ykkar, ég er að fara til Zagreb, ekki með Steinda, með konunni minni, næstu helgi, væri til í recommendations í The Beautiful City of Zagreb og ég væri til í tillögur að nýjum stíl og ég er ekki að grínast, ég er að leita til Get sagt þér að Króatía geggjaland. Ok. Þú ert að fara í frábært land. og þú ert ekki að fara beint núna upp í te og kaffi samt á okkur Ég er námskeið að fara í eitthvað námskeið upp í te og kaffi núna. Þetta er bara takk fyrir við heyrust viku liðinni Keep it real. Peace.